Við erum stödd fyrir utan menntaskólann á Akureyri og við ætlum að kíkja inn og gá hvað unga fólkið hefur að segja stjórnmálin. Hafið þið fylgst eitthvað með pólitíkinni? Já, eitthvað smá. Já, það var nú góður umræðuþáttur á RÚV daginn. Fylgdistu með honum? Já, vissulega. En þú? Nei, ég reyndar að sá eitthvað smá daginn, en bara þarna þáttinum heilbrigðismál, en annars hef ég ekki verið mikið að fylgjast með. Hvar fylgist þið helst með pólitískri umræðu? Örugglega bara á Facebook, það er oft svona umræður við fréttir og svoleiðis og bara svona fréttirnar sem birtast á Facebook helst. Já, mjög skemmtilegt sko. Ég er með einn vin sem er rosa vinstri sinnaður og einn vin sem er rosa hægri sinnaður inn á Facebook og þú veist, þeir eru alltaf svona metast inn á við og þaðan svona fæ ég svona öfga en annars fylgist ég bara með í sjónvarpi og fréttamiðlum sko. Hefur þú fylgst með stjórnmálunum í aðdraganda kosningana? Ekki mikið, nei. Hefurðu kynnt þér þetta eitthvað? Bara svona rétt sem maður séð bara á Facebook, eitthvað svona nokkra fréttir sem fólk hefur að deila. Amma mín er mikið að posta henni á Facebook, en annars bara ekki neitt sko. Heldur þú kjósir það sama á amma? Nei, mér finnst ekki við því. Hvar kynnur þér helst pólitíkina? Ég myndi segja inn á helstu vefmiðlunum, RÚV og Vísi og síðan yekkís.is, það er mjög sniðug síða sem er meðal annars síðan sem sér skuggakosningar. Hvað eru skuggakosningar? Skuggakosningar eru átak sem ríkið hrinda á stað vegna þess að það var ekki nógu góð kosning seinast fyrir 4 árum og þetta gerir það að verkum að 16 ára krakkar, 16 til 20 ára krakkar í framhaldsskólum kjósa í rauninni innan sín skóla, flokka sem verður síðan tilkynnt á kjördag eða þegar að almenningur kýs. Þannig við fáum að sjá hvað hefði orðið ef 16 ára hefði mátt kjósa. Já. Hvaða málefni skipta þig máli að verði rætt fyrir alþingiskosningar? Heilbrigðiskerfið. Ég er ekki með neinn sérstaklega í huga eins og bara jafnar mál. Hefur þú kynnt þér stjórnmálin í aðdraganda alþingiskosningana? Já, ég hef gert það. Ég er samt ekki búin að ákveða hvað ég ætla að kjósa. Hvað spilar inn í ákvörðun þína? Hvað þú kýst? Bara alls konar. Hvernig fólk kemur fram og svona í kappræðum, eða mér finnst það alveg hafa líka áhrif. Og svo er maður að skoða stefnur og svona alls konar. Hvar kynnur þér þessi mál? Ég er bara rosa mikið að googla og fara inn á kannski eins og heimasíðu flokkana og svo bara að fylgjast með í fréttum og svona hlusta á útvarpið og já, fylgjast með bara. Hefurðu áhuga á pólitík? Já, ég hef það reyndar og við erum einmitt hérna í Emma að fara að halda málfund þar sem við ætlum að bjóða fyrstu sætum í Norðausturkjördæmi til að koma og kynna svolítið sína punkta eða sína stefnu sko. Af því að það eru skuggakosningar í framhaldsskólum ég man ekki 13. október eða eitthvað svoleiðis til þess að reyna að vekja upp meiri áhuga á stjórnmálum. Og já, við ætlum að halda málfund og við heldum málfund fyrir forsetakosningarnar, það gekk rosa vel og var rosa gaman, þannig við ætlum bara að halda annan núna, einhvern tímann 11. ég man ekki alveg. Þess við ætlum að reyna að fá líka nemendur til að taka þátt í umræðinni. Hvað þyrfti stjórnmálaflokkur að gera til að vinna þitt atkvæði? Koma með góðan rökstuðning fyrir því sem þeir eru að bjóða okkur og bara, já, skýr og góð stefnumál. Hvaða málefni skipta þig máli? Það er bara framtíðin, við erum framtíðin og mér finnst bara það sem við höfum að segja ekki oft verið tekið inn að því að við vitum ekki betur eða eitthvað þannig. Mér er til dæmis flott að Melkorka Ír sem er bara 18 ára, 1 ára yngri en ég hafa verið að komast í 7. sæti á Norðausturkjördæmi eða eitthvað. Mér finnst það frábært. Hún er að vekja áhuga fólks, allan hérna í Emma, veit ég. Hvaða máli skiptir að kjósa? Hvaða máli skiptir? Ég held að það skiptir bara máli að nýta sinn lýðræðislega rétt að hafa áhrif á sitt samfélag. Hvað viltu segja við þá sem ætla ekki að kjósa? Bara fokkið ykkur.